Lambakjöt. Það sem hefur fylgt þjóðinni frá því á landnámsöld. Það sem amma hefur í matinn þegar hún heldur matarboð. Það sem margir þekkja sem sunnudagssteikina og að margra mati þjóðaréttur okkar Íslendinga. En hvar byrjar þetta? Þetta byrjar út í sveit hjá bændum. Það stundum sagt að búskapur sé heyskapur, enda þarf bóndinn að afla heyja sem féð borðar yfir veturinn. Bóndinn byrjar á því að kaupa áburð til að bera á tún á vorin áður en heyjað á sumrin. Féð svo fóðrað inni yfir veturinn og voratekur byrjar sauðburður. Þá féð á túnum fyrst sinn á meðan úthagi lifnar, en síðan gengur það á afrétt eða beitarlöndum bænda yfir sumarið. Á haustin smalamennskur og lömbin annaðhvort tekin til slátrunar eða sett á til næsta vetrar. Við ræddum við Oddnýju Steinu Valsdóttur þessi mál, en hún bóndi á bænum Butru í Fljótshlíð og svo hún líka formaður Landssamtaka sauðfjárbænda. Íslenski bændur hafa verið metnaðarsamir held ég að framleiða gæðavöru og við eigum að halda okkur við það. Við erum líka svo heppin að vera með góða sjúkdómastöðu og mörguleyti heppilegar aðstæður til landbúnaðar og matvælaframleiðslu. Þó það séu líka erfiðar vegna norðlægrar legu landsins. Í þessu ljósi framleiðsluferillinn töluvert langur. Þannig að sú framleiðsla sem þú leggur út af vori, þú í rauninni kemur með innleggið og færð tekjurnar af því ekki haustið eftir, heldur haustið þar á eftir. Þetta náttúrulega það dýr framleiðsluferill að við eigum að kappkosta að framleiða góða vöru og við eigum líka að fara fram á að fá þau verð sem að þessi gæða var áskilið og við verðum einfaldlega að vinna að því að komast þangað. Eins og Oddný segir, þá mikið lagt upp úr því að framleiða gæðavöru þegar kemur að lambakjöti. En hvað það sem gerir íslenska lambakjötið að þessari gæðavöru? Við hittum Dominique Pledel Jónsson, formann Slow Food á Íslandi, til að komast að því. Íslenska lambakjötið svarar í öllu því sem Slow Food tekur upp í arminn á sér. Vegna þess að það fer upp í fjöllin, það nánast ósnert af mengun og það bóndinn sjálfur sem sér þetta fjölskyldurekstur, það maður talar þetta félagslega, það líka mjög sterkt. Afurðin fyrir neytandann sennilega það besta sem hægt að fá. En af hverju það svo að þessi eðalvara ekki að seljast nógu vel? Við erum með hellinga bændum, við erum með 7 afurðastöðvar og við erum með 3 smásala. Það eitthvað í þessum strúktúr sem bara gengur ekki upp. Ég bara að reyna að segja sannleikann. Hvað það sem gengur ekki upp? Þegar ferli hins almenna bónda lýkur taka afurðastöðvarnar við. Þeirra hlutverk að sjá að fara vel með vöruna og koma henni til smásöluaðila. Þeir koma henni á markað og þaðan til neytenda. Dominique talar að heimurinn sé að færast aftur til fyrri aðferða úr iðnaðarlandbúnaði yfir í fjölskyldudrifinn landbúnað þar sem frumframleiðandinn númer 1. Slow Food hefur notað slagorðið We feed the planet. Við erum að brauðfæða heiminn. Það ekki þeir sem taka sinn skammt af verðinu á leiðinni sem fæða heiminn. Nei, það bóndinn. Svoleiðis að allt tal, að minnka ennþá sláturhúsin niður í 3 og svona. Þetta ekki neitt hagkvæmt, ekki fyrir bóndan, ekki fyrir neytandann, alls ekki. Skoðum aðeins hvernig staðan Það yfir 2000 sauðfjárbændur á Íslandi sem hafa lítið það að segja hvað þeir fá fyrir framleiðsluna. 7 sláturhús og afurðastöðvar sjá slátrun og vinnslu. Þau ýmist fullvinna vöruna eða selja hana í heildsölu í kjötvinnslur. Þaðan fer kjötið til verslana eða á veitingastæði þar sem hún endar á borðum neytenda. Á Íslandi fáar stórar verslunarkeðjur og þær 3 stærstu hafa tögl og haldir á markaðnum. Það hefur færst í vöxt að bændur taki kjötið aftur heim úr afurðastöðinni og selja sjálfur beint til neytenda, til dæmis undir merkjum beint frá bíli. Mjög lítill hluti selst þó með þessum hætti. Það hlýtur að vera allra hagur að ferli frá bónda til neytenda sé eins hagkvæmt og skilvirkt og kostur á. Í þessu bóndinn jafnmikið ef ekki meira fórnarlamb, jafnvel heldur en neytandinn. Það alltaf verið að reyna að blekkja neytandann og alltaf verið að svíkja og fara á bakvið og svona. Neytandinn orðinn ansi meðvitaður og hann mjög vel upplýstur. Bóndinn fastur í einhverju gildru vegna hagræðinga eða hvað sem Það einmitt svo fáir sem taka við þessa framleiðslu frá honum og hann hefur ekkert verið í tengslum við markaðinn og neytandann. Svo hann bara í rauninni með báðar hendur fastar.
Bændur treysta á að sláturhúsin hagnist á sinni vörusölu svo að þeir geti fengið ásættanleg verð fyrir að framleiða lambakjöt. Til þess þurfa sláturhúsin að hafa metnað og fjármagn til vöruþróunar og framsetningar svo að neytendur fái vöruna eins og þeir sækjast eftir henni. Dominique talar að ferlið sé mun betra þegar afurðastöðvarnar og smásala tekin út úr jöfnunni eins og í beint frá bíli. Þá fara menn að vita nákvæmlega hver það sem að framleiða og hvað það sem þú færð í hendur. Ef þú þarft að kvarta á því bitin ekki nógu góður eða eitthvað, þú talar við bóndan sem var með kindina fyrir 2-3 mánuðum bara út á haga hjá sér. Ef þetta fer í gegnum þetta kerfi og það kemur til að gera þetta samt áfram, þá þetta nafnlaust og allslaust. Reykjanleiki tæknilega fyrir hendi, fyrir mast, fyrir eftirlitið og svona ekki fyrir neytandann. Svona ferlið frá bónda til neytenda í dag. Það liggur þó ljóst fyrir að eitthvað þarf að gera til að styrkja vinnsluhluta ferlisins. Í næsta þætti ætlum við að fara í næsta skref í ferlinu og ræða við fulltrúa sláturhúsanna og komast að því hvernig málið horfir við þeim.